Já, ég gerði svona landbúnaðarvistfræðistúdíu. Það skortir svolítið á því, finnst mér bara almennt á Íslandi og mér finnst það áhugavekjandi. Þannig að það sem ég gerði var að ég byrjaði á því að lesa mig til alveg bara 40 greinar úr allri Evrópu og bjó til tilgátur út frá því. Og ég var með tilgáturnar að eftir því sem að landnýtingar ákefð eykst, og ég útskýri það eftir augnablik, þá myndi rándýrum hryggleysingja fækka, þá erum við að tala um kóngulær og annað slíkt sem að étur önnur kvikindi. Jurtaætum myndi fjölga, bæði út af því að rándýrum fækkaði en líka út af því að þau eru oft hreyfanlegri, það eru oft kvikindi með vængi og annað slíkt. Rotætum myndi fækka út af þau eru staðbundnari og þá hugsaði ég, já, það hlýtur að hafa svolítið áhrif að við förum og hlæjum eða eitthvað álíka. Fjölbreytileiki fari hnignandi og þarna segi ég ættbálka út af því ég flokka þetta til ættbálka. Og svo tilgáta mínum plöntusamfélög við aukna ákefð landnýtingar væri að virknihópum myndi fækka og tegundafjölbreytileiki færi hnignandi. Og síðan lagði ég út stúdíuna mína. Og ég fór á 4 bæi í Skaftárhreppi þar sem að ég fann þetta interval, þar sem ég var með nýplægt land, ég var með gamalt tún sem hefur ekki verið plægt í áratugi og svo var ég með úthaga. Og þarna setti ég svona dósir og í jörðina með smá frostlegi í og hvít lók ofan á og svo komu pöddurnar og duttu ofan í frostlögin. Svo reyndi ég þarna á staurum eru svona UV-gildrur, það var tilraun, hún misheppnaðist því að sauðfé og fuglum finnst þetta einfaldlega allt og spennandi. Þannig að það var afskrifað. Og síðan fór ég vikulega eða Róbert fyrir mig eða eitthvað og sótti pöddurnar og síðan fór ég í ágúst og gerði gróðurúttekt. Það var þetta aðeins orðið gróið líka í Plægðalandinu. Og tók þá bæði virknihópa og tegundasamfélög með svokölluðum pinnamælingum. Og aðeins yfir gróðurinn, þetta verður náttúrulega líka svolítið skemmtilegt á litin fyrir ykkur, en ég með aðeins aðra liti hér. Ég sem sagt tók eftir því þegar ég fer að skoða gögnin heilt yfir að reitur P2 er eitthvað stórfurðulegur. Hann bara að haga sér allt öðruvísi. Svo fer ég að grúska í því og kemst að því að hann var plægður í fyrsta skipti. Og meðan allt hitt voru tún sem voru plægð, var verið að plægja í annað, þriðja, fjórða skipti. Og meðan hann ég með reit sem er plægður í fyrsta skipti. Og ég sá að hann bjó til alls konar skrýtnar skekkjur í útreikningum, þannig á endanum droppaði honum, en þetta gaf mér hugmynd að hugsanlega hefur fyrsta plæging minni neikvæð áhrif á gróðursamfélög. En ég get náttúrulega ekki fullyrt það út frá einum reit, en mér fannst þetta bara mjög áhugavert. En þegar ég er búin að taka út P2 þá sé ég að það er marktækur munur á virknihópum milli aðferða. Og svo aðferð P er Plægðalandið, S er Sleignalandið og U er úthagi. Og þannig verður þetta í gegnum allar glærurnar sem ég mun sýna ykkur. Já, þarna er aðeins á ensku, það er nú bara svona tölfræðiforrit ekki að gegna mér. En svo ákvaði ég út af gróðurinn, þá reki niður svona prjón á 5 cm fresti og les allt sem kemur við prjónin. Og það getur búið til svona alls konar misjafna þyngd og flóknar upplýsingar, þannig að mér langaði líka að skoða bara hvað kom við prjónin við yfirborð. Og þá fæ ég aftur bara mjög skýrt mynstur. Að við erum með þarna fullt af mosa í úthaganum, við erum eiginlega bara með gras í túninu og svo eiginlega bara með mold í Plægðalandinu, þó þetta sé síðsumars, þannig við erum ekki komið með svona þéttan botngróður. Og það var alveg marktæk breyting. Síðan fór ég að skoða pöddurnar mínar, taldi upp úr dósunum eitthvað tæplega 18.000 kvikindi. Og þá byrjaði ég á því að mitt aftur skoða gögnin hvað sé ég skrítið áður ég fyrir tölfræðiprófanir og ég sé að það eru stundum rosalega mikill munur á suður og norður dósinni og það eru 2 metrar á milli dósa, þannig ég fer að grúska í hvað kom fyrir, af hverju svona mikill munur og finna á einum stað ég með útlaga. Og það þýðir að það bara með eitthvað svona afgerandi mörg kvikindi í einum flokki og það sennilega að ég hef talið of mikið.
skilur, þá bara erum við með mannleg mistök og þá tekum maður það út fyrir svo maður geti gert tölfræðiprófun án þess að verða eitthvað svona absolutt skekkja sem að gæti gefið manni ósanna niðurstöðu. Og síðan ákvað ég að taka reitina mína eða boxin og bunka þeim saman í meðferð. Og fyrst gerði ég próf þar sem ég vildi sjá hvort það væri bara munur á heildarfjölda kvikinda á milli meðferða og það var ekki. Ég alveg með svona sirka svipað mörg kvikindi óháð því hvað það mikið landnýting. En eins og þið kannski munið þá ég helst að pæla í svona ákveðnum flokkum, rándýrum, jurtaætum, rotætum. Svo þá fór ég næst í að skoða það sérstaklega. Og þá kemur þetta smá tölfræði jargon, ég afsaka. En ef við skoðum þetta, þá sjáum við á gröfunum að það eru svona einhver ákveðin trend í gangi, sérstaklega á rotætugrafinu og jurtaætugrafinu. Og þar sjáum við að í úthaganum erum við með mesta rándýrum en minnsta jurtaætum. Og svo vice versa ef við skoðum klæðalandið. Og þetta gefur mér, þá hugmynd að þarna erum við með trend. Eins og ég var að hugsa að eftir því sem að landnýtingar ákefðin eykst, þá fækkar rándýrunum og fjölgar jurtaætunum. En með rotæturnar lenti í smá vandræðum, því að þar, ég gat keypt módel og allt en ég fæ bara svo skelfilega lélega útskýringu sem segir mér sem sagt að það eitthvað meira en bara meðferðin sem ég að skoða sem ákvarðar magn rotæta á svæðinu sem ég var að skoða. Þannig að það svona ekki endilega frábær niðurstaða og ekki haldbær en hún passar inn í trendin sem ég var búin að lesa og því að það voru aðalega rannsóknir á milli túna og plæðslands, þar var engin úthagi og það var einmitt yfirleitt meiri í túninu heldur en í plæðalandinu þannig að plægingar höfðu neikvæð áhrif á rotlíf. En það ekki besta, ég vil frekar svona 35% útskýringu, það mjög jákvætt í vistfræðilegum skilningi. Svo okkur finnst gaman að sýna gröf sem að fólk fær pínu hausverk af því að horfa á, þá hér eitt í viðbót. Ég sem sagt ákvað að skoða bæði alfa og beta breytileika og alfa breytileiki í rauninni bara það hvernig meðaltal tegundafjölbreytileika í reit breytist á milli samfélaga og ef við skoðum grafið aðeins betur þá sjáum við að inn í þessum grænaramma eru langflestir grænir punktar og það þýðir bara að ég hitti þessa tegund þar. Á meðan að utanveri kannski í öllum þeim 8 með svona svipa marga og ég með í þessum 4. Og þetta segir mér bara að við erum með svona mesta tegundafjölbreytileika af gróðri í úthaganum og það var markvisst eftir ég tók P2 út fyrir. Þegar eins og ég sagði, hann var skrítinn, hann var plægður í fyrsta skipti og hann var bara ekki að fylgja þessu almenna trendi og svona olli smá vandræðum. Svo skoðaði ég líka alfabreytileika fyrir pötturnar, það þarna textin niðri. Það var marktækt þar sem að ættbálkum fækkaði með aukinni ákefð. Og svo betabreytileiki, það svona svolítið það sem að samstarfsfólk mitt búið að vera að útskýra. Þá erum við að skoða annaðhvort líkindi eða ólíkindi á milli meðferða og sjá hvernig sem sagt tegundasamsetningin breytist. Og ég með skala frá 0 upp í 1 og við getum bara ímyndað okkur að þetta séu prósentur. 0 þýðir bara að það varð engin breyting og 100 það varð 100% breyting og það eru engir eins. Og svo ber ég þetta saman og ég fæ bara marktæka niðurstöðu bæði fyrir pöttur og plöntur sem segir mér að ákefðin hefur áhrif. Svo gerði ég prófanir þar sem ég sá nákvæmlega hvaða áhrif og þá það bókstaflega þannig að beta-fjölbreytileiki nignar eftir því sem að landnýtingar ákefð eykst, basically. Þannig að þetta svolítið niðurstaða mín, flott þarna rotættur á að vera appelsínugult en skjárinn eitthvað svona skemmtilegur. Ég fæ bara haldbæra niðurstöðu í öllum þessum grænu línum. Og meðan rotæturnar svolítið svona, ég veit ekki alveg.
Og svo ég búin að vera að hugsa svona, hvað getum við lært af þessu? Og það, til þess náttúrulega, það tilgangurinn að við getum bætt okkur einhvern veginn. Og það svona það sem ég ekki alveg komin til botns í. Jú, við sjáum það, eftir því sem við förum í meiri ákefð, þá hefur það neikvæð áhrif á plöntu og plöntusamfélög. Og þá þurfum við kannski líka að hugsa, ég er búin að pæla hvort það skiptir máli að við plægjum bara risa land, bara öll túnin sem eru samliggjandi í einu, þá myndi ég ímynda mér að hafa meiri neikvæð áhrif heldur en við bara plægjum þetta tún og svo öll hinn í kring ekki plægð í mörg ár. Þá geta kvikindin færðast á milli og fræin, ímyndaði mér. En það svona eitthvað svona spurningar sem vakna upp þegar ég kom með þessa niðurstöðu. Og já, bara takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Maja. Þegar þú ert að segja þetta hérna í lokin, þá kom til hugar staður sem við höfum verið að dvelja í Frakklandi, það er tún, svona ræktartún. Og það hvílt í 5 ár. Nýtt eitt sumarið, svo það hvílt. Og eigandinn af því bóndi sem með það, hann með einhvers staðar önnur tún sem hann. Þannig heldur að svoleiðis meðferð myndi bæta eða gefa okkur eitthvað aðra? Sko það allavega svona sem ég að pæla í, hvort það mitt það að minnka, út af þá erum við náttúrulega faktist að minnka ákefðina. Þannig að ég get alveg ímynda með það, maður geti verið með eitthvað skiptirækt eða einmitt reynt að taka ekki á stór svæði undir í einu og annað slíkt, að það myndi hafa minni neikvæð áhrif heldur en ef við tröfum það. Spurningin svo þessi breyting á tegundunum. Hvaða áhrif hefur það á til dæmis ræktun tún sem þið eru nýtt? Sko, það náttúrulega, þegar við, sérstaklega með pöddurnar, þá hefur maður lesið svolítið það bara víða Evrópu, að þar sem að land sko þaulnýtt og búið að vera nýtt í langan tíma, þá skortir orðið svo mikið rándýr inn í kerfið og þá verða svona plágur. Og þá þarf að fara að eitra og til þess að reyna að halda niðri í jurtaætunum. Því að þá erum við bara búin að missa náttúrulega ferla til þess að díla við þetta vandamál, sko. Og þetta í samanburði við, tún sem eru nýttur tilbúin áburður versus, búfjáráburður. Nei, ekki hér á landi. Nei. Þetta bara svona pínu opin bók sko á Íslandi. Ég fann eina aðra íslenska stúdíu sem var gerð í Eyjafirði sem var svona pína svipuð með en hún tók bara fyrir tún og kverkland en var ekki með úttaga sem kontról eins og ég. Einmitt. Að skoða áhrif af því sko. Áhrifin af áburðinum sjálfum á þessu vistkerfi. Og annað, hefur þetta, þegar að jurtaætunum fjölgar, hefur það áhrif á innihaldsefni heyja? Sko, það fer náttúrulega aðeins eftir hvaða jurtaætur þú færð og hvort þú fáir einmitt svona plágu. Þá myndi það hafa neikvæð áhrif á bændur að því leyti að þeir myndu fá minni uppskeru. Selenslottur í heyjum og það er verið að setja selen bættan áburð til þess að ná selinni sem er bara lífsnauðsynlegur fyrir skepnur og svona skilur getur verið að með fjölgun jurtaætum verið að vinna á selinni. Ég er bara ekki viss sko. En það er alveg góð pæling. Kannski framtíðarverkefni. Eins og ég segi, þetta verkefni það hefur vakið fleiri spurningar heldur en það svaraði sko. Þá þetta svaraði ýmsu. Já. Í þetta set ég kvikindi sem að borða ýmist bara dauðan gróður eða pödduleifar. Þarna eru mórdýr og
Ég get nú, sko, ég fekk. Hér eru hóparnir. Ég setti þar inn það sem er fjólublá lit. Það mordeir, ána, þráðorma og margfættur. Og þetta er náttúrulega svona frekar gróf flokkun því svo er alveg til dæmis sniglar sem eru rándýr. En flesti sniglarnir sem ég var að fá eru jurtaætur. Ég var ekki mikið með pardusnigla en þeir eru rándýr. Þannig þú veist, þetta er náttúrulega gróf flokkun en einhvers staðar verður maður að byrja. Ég hef ekki verið mikið í pöddustúdíum hingað til en. Já. Ég var svona helst að lenda í einhverjum sem að, þú veist, eru að drepa önnur kvikindi ýmist sem ásætur eða með öðrum hætti, aðalega einhverju flosarar, sko. Eitthvað fleira? Kannski bara lokum svona einmitt, þú segir þetta eins og oft er, hérna verða til nýjar spurningar. Hvernig myndirðu vilja halda þessu áfram ef við tækifæri til? Sko, mér þætti náttúrulega alveg pínu heillandi að pröfa þetta á fleiri svæðum og það er náttúrulega út af því að sko Skaftárhreppur er alveg, myndi ég segja, svona kannski líkastur Evrópu veðurfarslega séð. Þú veist, við fáum alveg afskaplega góð sumur og svona og bara hlýtt og langur vaxtatími og bla 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 sko. Þannig að, þú veist, haustnum mínum langar mjög mikið að pröfa þetta á túndrusvæði. Gá hvort það sé sama svar eða hvort það sé eitthvað öðruvísi þar. Út af því að maður heyrir náttúrulega, sko, ég er alveg upp í landbúnaðarsamfélagi og þá heyrir maður mjög oft, sko, að það þarf að rannsaka þetta á Íslandi. En greinilega getur kannski Skaftárhreppur allavega og sennilega hér líka nota svolítið evrópskar rannsóknir því ég bara fá alveg eins trend, sko. En svo veit maður ekki hvort að túndrusvæðin geti gert það líka. Þannig það er svona alveg stór spurning sem vaknar hjá mér, hvort þið séu með sömu trend þar.